kíktum aðeins yfir hópverkefni 1 í seinasta fyrirlestri, en nú er komin official hönnun frá mjög vafasömum hönnuði og þessi hönnun er alls ekki fullkomin og það er ósamræmi í henni og ég rak reyndar augun í að það er eitt bara augljóst brotið þegar ég var aðeins að kíkja á þetta svona í dagsljósinu áðan. En það er þannig að við erum með hönnun núna hérna sem er bara í Figma, þannig að ef þið opnið þetta þá fáið þið upp í raun þessa, wow, hvað þetta er flott vegur. Það sem ég get farið núna, ég get skoðað þessa hönnun sem að þið ætlaði að fara að útfæra. Þetta er fyrir tæknibúðina og það er einhver komin hérna með og ég getur séð hérna eitthvað, fara að eldast með kursorum. Það sem þið getur það farið inn og þið getur skoðað í raun bara eitthvað, ok, hvaða letur er í gangi hér. Og þá getur farið hérna í headerinn, ég getur opnað, ég getur farið í header content, farið hérna og þetta er main heading. Og þá sjáum við hérna main heading að þetta er 3648, 36 punktar letustærð og 48 line height. Og ég reyndar admin, þannig ég get gert breytingar hérna, þið fáið bara read aðgang, þannig þið getið skoðað það. Svo get ég gert hérna, kveikt á gridinu með Ctrl+G, þá sé ég í raun hvernig þetta er í raun sett upp í grid. Hvaða amateur hour er þetta hérna? Og þá sjáum við að það er eitthvað svona kort, þetta er svona þekkt pattern úr þessum verkefnum sem við vorum að vinna og þetta hafa verið að vinna. Síðan er hérna mobile hönnun, en það er ekki gefin eitt á milli, þannig að þið þurfum að skala úr þessu yfir í þetta. Og þá verður hérna menjún kollapsast í einhvern svona hamborgara og ef þið opnið hann þá fáið þið hérna til dæmis hann er ennþá opinn hérna, þetta er svona, þetta er ekki besta hönnun sem við höfum séð, en hún er eitthvað. Við erum síðan með vöru síðu hér, við erum með síðan staka vöru og svo erum við með pöntun. Og hérna er þetta sem er alveg klárlega brotið hérna, að það er eitthvað mikið að hérna. En ég hef sambandi við hönnuðinn og hann lagar þetta á eftir. Þetta er sett hérna og það sem þið ætlaði að gera er bara búið til statíska útgáfu af þessum 4 síðum. Það sem að þið eru með forsíðuna sem verður bara index skjalið okkar, svo erum við með bara hérna sem verður bara eitthvað vörulisti, vara og pöntun. Og alls staðar það sem er vísað í vörur hérna á þessum kortum hérna, að ef ég smelli á myndina hérna eða titilinn þá fer ég á vörusíðuna, ef ég setji körfu þá fer ég á pöntunarsíðuna, ef ég íti á hérna uppi á þetta þá fer ég á vörusíðuna, sama ef ég íti á þess að taka hérna, skoða þetta, digg. Þannig að þetta er verkefnið og þið erum dragið allar upplýsingar úr þessu skjali með því að finna bara hérna, þið getið exportað myndum, þið getið fengið litina og stærðirnar og griddið og þið getið í raun komist í allt þarna, en þar sem að þetta er unnið af hönnuði þá hafið þið líka tækifæri til þess að spyrja spurninga, þannig að það er rás á slakkinu hjá okkur sem heitir hérna VF1 H1 þar sem þið getið spurt spurninga. Á þetta virkilega að vera svona? Og þá segir hönnurinn já eða nei, eða þá að við sjáum eitthvað og við finnum bara út úr því þar. Og aftur, þið ætlaði að vinna þetta í 3-4 manna hópum. Þið ætlaði að setja verkefni á GitHub, setja upp á Netlify og trakka þetta allt í gegnum GitHub. Þannig þið ekkert að vera að senda hérna zip-skráður neitt á milli, þið notið bara Git og vinnið þannig saman. Og síðan að lokum þegar þið eru búin þá þarf eitthvað að reyna að búa til Netlify aðgang og gefa þetta út. Þið getið gert það strax eða þið getið gert það bara í lokin, þið bara finnið út í því og þá skilið þeirri slóð ásamt slóðinni á GitHub repoið. Ef þið búið til private project þá þurfið að invita öllum dæmitímakennarunum svo þið getið fengið aðgang að repoið ykkar. Þið vitum ekki nákvæmlega hvaða dæmitímakennari fer yfir hvað, þannig að þið bjóðið þeim öllum og þeir accepta allt. Og já. Nei, það er allir að vera responsive, af því að þetta er bara mjög lélegur hönnuður og hann hafði bara ekki tíma í meira en að gera þetta hér, þannig að nú þurfið þið að dedúsa hvernig þetta hérna á að vera responsive og þetta. Og þetta er alls ekki óeðlilegt stundum í verkefnum í alvörunni. En það er bara svona, þið getið rætt þetta við hönnuðin eða þið finnið það einhvers staðar. Þetta er hópverkefni 1.